vitið þið hver Karen sem framkvæmdastjóri Livju? Sko, ef þið vitið ekki þá ættu að vita það, þessi kona mögnuð. En hún var að halda fyrirlestur líka í gær eins og ég hjá ÖAK á opnunarviðburði ungra athafnakvenna. Og mér fannst þetta svo merkilegt af því ég hef einmitt, þú veist, alltaf verið með einhverja svo ákveðna hugmynd þegar ég sé framkvæmdastjóra. En hún framkvæmdastjóri Livju og hún mætti bara strigaskóm, hún var ekki í blazer, skiljiði. Hún var bara sjúklega mikið, hún sjálf, og hún var einmitt að tala það. Sko, hún ekki á TikTok, þannig ég var bara eitthvað, heyrðu, mér finnst ég verða að deila þessum skilaboðum áfram. En ef við getum fengið Karen á TikTok, þá það geggjað, af því að við myndum öll elska að sjá day in a life hjá framkvæmdastjóra Livju. En það sem ég tók svo mikið með mér úr erindinu hennar var bara að vera maður sjálfur, ekki vera að reyna að passa í eitthvað box. Hún var til dæmis að segja okkur frá því þegar hún var í ráðningaferlinu fyrir þessa stöðu sem framkvæmdastjóri hjá Livju, að þá var einhver í ráðningaferlinu sem var að sjá ráðningarnar sem að benti henni á það að ég myndi kannski ekki mæta í strigaskóm í viðtalið. Og hún bara eitthvað, heyrðu, þú veist, ef ég þarf að fara að tróða mér í einhverja skó sem að mér finnst óþægilegir til þess að þið viljið mig í þessa stöðu, að þá á ég kannski bara ekki heima í þessari stöðu. Þannig að hún mætti bara á strigaskónum af því að hún þú veist, hún vill vera hún sjálf og ætlar ekki að fara að passa í einhvern kassa eins og framkvæmdastjórar eiga að vera eða eiga að haga sér. Og það sem að mér finnst gera hana svo sjúklega magnaða. Þannig að getum við peppa það, dóttir hennar eða einhver sem að þekkir hana pottið hérna og þið öll Livja starfsmenn, getum við peppa það að reyna að fá Karini á TikTok eða þú veist fá allavega eitt day in my life frá Karini framkvæmdastjóra Livju hérna á TikTok.